það líka degaskreyting þegar að fólk fyrir allt í einu að senda skrifstofupóstinn sinn með undirritun og segja svo hún fyrir neðan. Hún? Já. Sem svo ég fær allt í einu að skrifa undir póst með Sólveig Jónsdóttir og svo myndi ég svona til þess að dyggða flagga og skreyta, setja persónufornafni með, sko. Gerðu það ekki? Ég ger það svo sannlega ekki, en það eru fyrirtæki og stofnanir sem gera, ég held að Orkuveitan til dæmis gera þetta og þú veist, þetta svona mjög kostuleg degaskreyting, það sem einhverju svona normi millistéttar skrifstofu gaurar og gælur eru alltaf farin að senda þetta signal eins og við værum með einhverja sérstakar efasemdir. Svo hægt að vera með svona leiðenda degaskreytingu eins og íhaldi í borginni er með núna, þar sem það lætur eins og það að flagga palestinska fánanum eftir að fáni Úkraínu manna hefur verið uppi við hún þannig mjög lengi, sé einhver sérstakur glæpur og koma þá með þau frálautu hugmynd að þau ætla að búa til sérstakann friðarfána, fólk í flokki sem hefur stutt allar innrásir og öll átök, þú veist, hardcore NATO flokkur alveg frá því að Ísland gekk í NATO og svo framvegis en þau allar hana í borginna búið til friðarfána til þess að koma þau vekk fyrir að rétta að flagga fána fólk sem að raunverulega þarf á alvöru samstöðu að halda og svo mætti áfram telja.